Verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við erum búin að hreiðra okkur hérna þessa hrekkjavöku helgi, hún að hefjast, föstudagskvöld og við höldum áfram og við höfum í sófanum afreksíþróttamann í fyndi án atrinu. Það er bara nákvæmlega þannig. Við erum hérna með þann dásamlega einstakling Ara Eldjárn. Takk fyrir. Velkomin til okkar. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að kalla þetta afreksíþróttamann í fyndni. Ég hef alltaf viljað vera einmitt atvinnumaður. Geta svona sagt, já, ég er hérna í landsliðinu, grínlandsliðinu og svo er ég nú líka í atvinnumennskunni. Ég er að djóka fyrir norskan grínklúbb núna, er á láni. Það er ógeðslega næs. Já, ég er í Vålerenga, það er fínt þetta er ekki fyndnasta liðið en það eru fínir peningar. Já, og það sem að vinnur kannski mest með þar, það er náttúrulega, þú veist, það er syngjandinn. Já. Það er til dæmis, ég held að sé vonlaust að vera hérna möggari í Noregi. Já. Ég held að það sé ekki hægt. Komdu með peningana. Þetta er alveg brilljant punktur. Það er þetta bara, þú veist. Då er pengan og lífet da. Já, Ég held að Bergur bjóð ekkert til með grínum en hann sá viðtal við norskan Hells Angel sem var að bera vitni í einhverjum morðuréttarhöldum. Já, drepti hann. Já, skutt hann í hófið. Hann bara svona, og allir bara, síknið hann. já, nákvæmlega. Hann er asnalegur. Gef honum mæk. Já. En mikið gaman að sjá þetta er eitthvað mikið sjó orðið, Já, orðið segiru. Já. Komstu hérna síðast þegar við vorum í Torfkofa og þá bara með svona opið Já, fyrir ég ljóran. var mikið að grínast með þetta N4 og hérna INN, ég vildi alltaf að þessa stöðu myndu halda Eurovision, það verið svo ódýrt fyrir okkur. Ég var alltaf að djóka með að það væri alltaf bara eitthvað svona vinnuljós úr Bíkó og svo eitthvað svona upphengt rúmföt úr rúmfötalægurnum sem var í leikmynd hjá Ingvarhafni. En það eru komnir svona LED-kastarar og svaka grafík, hreinn sófi. Þetta er bara með því betra sem ég hef komist í, verð ég að segja. Já, er það ekki? Jú. Þetta er mjög hugulegt. Þetta er það. Við leggjum okkur fram. Þú ert búinn að taka við þessum þetta. Já, þakkaði fyrir. Það sem ég er að reyna að gera er að taka yfir viðtalið, Já, þetta er ekki hostile takeover, þetta er svona vinaleg yfirtaka. Passive-aggressive takeover. Passive-aggressive, já. Ég þakkaði fyrir. Þú ert hér staddur í öðrum þætti mínum. Já, mögulega þeim síðasta ef að þú stendur það vel að það verður hringt í að ég áttur, hann er ágætturinn hérna, Ari. Það er opið gigg fyrir norðan. Ertu til í að, já, ég þakka yfir. Talandu gigg fyrir norðan. Já, gigg fyrir norðan, já. Af hverju ertu hérna? Ég bara hugga þig? Já, við erum nú bara í fríi núna. Ég er nú aðeins líka að kíkja hérna niður í Hof og líta eftir með þarna. Við vorum að byrja að selja með á seinni sýninguna á áramótaskopinu sem eru 18. desember. Þannig að endilega kaupi með á það. En að öllu plöggi sleppti þá erum við bara búin að vera í Svarfaðardal. Við komum hérna dálítið oft fjölskyldan á ári og erum í Svarfaðardal þar sem að foreldrar mínir eru á hús. Og þá er ég með svona alter ego sem er svona svartælingurinn, Ari. Ég geng hérna og verð harðmæltur og þykist vera ofsalega mikið héðan þó ég fæddur uppalinn í Reykjavík. Reynir þá vill að vera heimildið þú ferði í, maður segir alltaf kaupfélagið, þú ferði í kaupfélagið á Dalvík. Já, ég fer í kaupfélagið á Dalvík og ég bara, hvað er grænmetið? Gast ég sagt þetta fyrir þreifandi strullaðinn? En það kemst alltaf upp með þau spyrja, ert þú með KEA-kortið? Nei, ég er ekki með KEA-kortið, það er enginn með KEA-kortið. 50% álag. Aðkomumaður. Ég reyndi einu svona slá inn umsókn fyrir KEA-kortið á einhverju vefsíðu og það var bara eitthvað postfang fannst ekki, það var eitthvað alveg fáránlegt, Postnúmerið, það bara krassaði síðan. 170. Já, það gengur ekki, það flýgur ekki. Nei. Það er bara svoleiðis. Það er líka bara, þetta er bara eins og var í gamla daga stundum þegar það var álagningin út á landi. Já. Og það var bara svona 1 gott 0 á sumrin þegar nú fóru túristarnir að koma. Já, og það er alveg bara svona, how much is that? 12,900? That's pretty cheap, right? Bara, yes, 0. Special price just for you, my friend. Just for you. Yes. Ég alltaf jafn gaman að þessari sögu mannin sem að postaði kökunni frá Veganesti og hélt að það veri vegan kökur, vegan esti. Mér fátt hefur glatt mér mikið bara my last day in Iceland and the last delicious vegan cookie og maður bara hvað innihald aðalega dýr, það var alls ekki vegan kaka. Klaufdýra soppa. Hann hefur haldið þetta væri eistnesk vegan kaka.
En nú ertu, sko, ok, þú ert landsfrægur skemmtikraftur út í landsliðinu Já, já, og á bekknum hjá Vålerenga. já. En hvað, þú veist, ef þú ættir, og þú átt alternatíft ego í Svarfaðardal, tökum annað alternatíft ego, ef þú værir ekki að grilla í fólki allan daginn, og by the way, þú er besta, þú ert sá besti í því að flytja pönns sem ég nokkuð séð. Jæja, takk fyrir það. Það er geggjað. Ég hef nokkrum sinnum farið að horfa á þig og það er hrein unun. Þetta er atvinnumennska. Það er dásamlegt að hlusta á þig og horfa á þig. og ég gleymi þig ekki því ég heyrði þér í fyrsta sinn. Það var ég að keyra og ég keyrði næstum því út af. Það var og mér pínum máli skildi eins og þetta var útför aldarinnar. Jarðarför aldarinnar. Jarðarför aldarinnar. Já. Ekki ógeðslega það fyndið skets. Takk fyrir það. Það var skemmtilegu sketsmaður. En hvað verður að gera ef þú værir ekki í þessu? Ég ætlaði alltaf að vera kvikmyndagerðarmaður og ég sá alltaf fyrir mér að ég yrði svona leikstjóri eða eitthvað svoleiðis. Síðan var ég í menntaskóla var ég í ræðuliði og þar kynntist ég mörgum fyndnum einstaklingum, meðal annars Jóhann Alfreð sem að ég þjálfaði og átti seinna eftir að vera með mér í Mið Íslandi. Akkurat. Og ég sá þá fyrir mér að hann er svo fyndinn að ég get orðið svona leikstjóri og skrifa og læt hann leika. Og við getum orðið svona svo tvíhöfði. Hann verður Jón Gnarr, ég verður Sigurjón. Hann verður svona seinna á fætur á mótnana og svona utan við sig og ég verður svona að passa upp á hann og keyra þetta áfram. En síðan alltaf erum við báðir bara svo lélegir að vakna, þannig að við fórum aldrei í morgun útvarp. En ég veit ekki hvað ég var að gera, en ég væri alveg mjög líklega að vinna við eitthvað sem væri nú tengt þessu, sko, að skrifa eitthvað. Skrifa einhverja pistla eða eitthvað. Já, ég meina, þú áttir hobby að taka myndir og... Já, en ég vann reyndar aldrei við það, sko. Nei. Ég endaði alltaf að vinna bara á við, þú veist, ég var blaðamaður, ég var verkamaður, ég vinni við að tengja saman klósettrör og grafa götur og svo var ég flugþjónn. Ætli ég hefði ekki bara endað í flugþjónunum. Ok. En ég hefði aldrei orðið flugmaður, hins vegar, sko. Ég var flugþjónn og elskaði það átti mjög vel við mína skapgerð. Vera aftur í og grilla í fólki og ferðast. Og er alltaf að kaupa eitthvað í Target í Bandaríkjunum. Já. Ég er ekki vissum að ég væri til í að fara á stað í flugvél sem ég heyrði, þú veist, góðan daginn, þetta er flugstjórinn sem talar og það verið þín rödd. Já, nei. Ég væri bara virkilega ekki til í það. Hann er ekki með athygli til þess að fara yfir tékklistan. Nei, ég hugsa nefnilega ekki. Gallon lítrar, ekki rugla saman. Nei, en ég hugsa að ég væri bara eitthvað að gera eitthvað svipað, sko. Ok, það var svona. En það er bara líka, þú veist, lífið er stutt og maður á að hafa gaman og grínast og já, en þetta var nú ekki planað að ég yrði uppistandari eða grínasti. Hvernig fattar þú að væri svona raunfyndin? Sko, mér fannst ég alltaf fyndin, sko. Já, ok, frábært. Þannig að það lá alltaf fyrir, en það var ekkert allir sammála því alltaf í gegnum tíðina. Þetta var ekki... En ég fattaði nú kannski að ég átti smá auðvelt með að tala fyrir fram að fólk þegar ég flutti ræði í brúðkaupinu sinni. Okay. Sem var svona spontant ræða. Átti hvert borð að segja hvenær sástu þau fyrst eða hvenær kynntist þau, eða hvert borð fekk topic og átti að tilnefna einn til að halda svona spontant ræði. Okay. Og ég hélt spontant ræði og fór bara í eitthvað stuð og skáldaði bara upp eitthvað bull og þau eru mikið útista fólki, ég sagði að ég hitt þau í fyrst skipti bara þegar ég var í fjallgöngu, þá ég fundið það sem þau voru í einhverjum helli búin að hreiður sig til að spara pening þegar þau voru í námi og þau voru eitthvað að prjóna sér föt úr mosa, hún var svo laghent og hann var að veiða sér fisk með munin. Þetta var basically all í allbull, en þetta var allt eitthvað sem endurspeglaði eitthvað við þau. Okay. Og ég bara svona sagði þetta á staðnum og ég man að fólk fór að hlæja alveg rosalega mikið. Okay. Og ég svona, og... Fyrst kikk. Já, ég var alveg reddi, þetta yrði smá svona, smá hark, en það kom rosalátur. Okay. Og svo kom bara svona brjálaðlátur því það var einhver pönslína, því miður það er ekki til vídeo, það var eiginlega allt tekið upp í þessu brúðkaupi nema þetta. Mér langaði svo mikið að vita, hvað var þetta? En ég man að eftir þessa ræðu, þá fór ég út og þá var tekið bara síkópása, þá bara sagt, nú bara pása, svona fólk ætlar aðeins að fara og kjafta. Og þá kom einhver maður og sagði mér, hörru, ætla að hafa mikið með þetta? Í alvöru? Ég var ekki að gifta mig, sko. Þakkaði fyrir, en þetta var þessi 2 mínútna ræða. Og þetta var smá svona, þetta fór vel. En síðan prófið ég aftur bara að tala á sviði 2 árum seinna með Mið Íslandi þegar Bergur Ebbi og Dóri buggu til hóp. Og þá man ég að þá kom svona rosa mikill hlátur, þá var mjög friendly crowd náttúrulega, en ég var með mjög mikið af bröndur, mikið af þessu bubbadóti. Og ég man að tilfinningi sem ég fekk bara, má þetta? Má bara gera þetta?
Já. Og mér leið bara svona eins og ég væri svona einhver vitleysingur í fótboltaliði sem bara svona stendur hjá markinu og svo bara svona rúlla boltinn til hans og það er bara opið mark. Og bara svona, Slapp í gegn, það er enginn að stoppa mig, ég bara má þetta. Þannig að það er tilfinning sem ég er búinn að vera að elta allar götur síðan þá, sko. Já. Og mér finnst það ennþá skemmtilegt. þetta er það. Þetta er það. Það er alltaf gaman að fá fyririldin og kikkið, sko. Já, en ég finn sko að ef ég finn að þetta verður eitthvað svona þreytandi eða ég verð eitthvað leiður þessu, þá ætlum ég að taka pásu. Ég tek stundum pásur í nokkra mánuði. Því þetta er ekki endalaus auðlind. Maður verður aðeins að hvíla akkurinn og vera ekki í rányrkju, sko. Já. En svo er ég líka bara mjög vistvætt grínisti. Ég endurýti mjög mikið grínið mitt og ég segi stundum brandara aftur í 10 ár. Já. Það er bara mjög góð nýting á þessu hráefni. Það er rosa góð nýting. Við hálfvitarnir, við erum súper vistvænir. Já. Sérstaklega Sævar. Já. Hann er rosa duglegur. Rosalega mikið endurvinna. Og Baggalútur mjög duglegur endurvinna. Ég fór á imprófsýningu með Impró Ísland um daginn. Frábær sýning, rosalega verið fyndin. En mikið eru þau miklu sóðar að vera bara með einnota grín. Í alvöru? Já, þau henda efninu jafnóðum. Það er nýtt grín í hvers skipti. Þetta er Kannski gera þau svona eins og sumir veitingastæðir, fara með gríni út á kvöldin og gefa öðrum sem að þú veist vantar grín. Já, það er svona, koma svona menn baksviðs hjá Þjóðleikhúsinu. Ég er bara afgangar áður, rosa fína brandara hérna. En það er líka bara stundum þannig að þú veist eins og með músíkina að þú stundum vill bara fólk fá að þú veist að vera í komfortzónunni og heyra það sem það kann. Algjörlega og sko ég vildi óska þetta væri eins og með tónlistamenn að fólk væri bara með þennan playlista sem maður vill heyra og ekkert meir. En hjá okkur er alltaf pressa sem er nýtt. Ég sá einu sinni ný dönsk með tónleika og Björn Jörundur var með svo flotta væntingastjórnun í upphafi því þau voru að gefa út plötu. Okay. Komið sæl, við vorum að gefa út plötu og þið viljið kaupa hana, verður að kaupa hana í lobbyinu. En annars ætlum við bara að spila 2 ný lög, ok? Bara 2 ný lög. Við ætlum bara að gera það núna og þá er það bara búið og svo er bara gamlu góðu, ok? Og það var allir bara, já! Og þá er ekki lengur þessi er þetta nýtt lag sem fólk á svona tónleikum á svo erfitt með. Það er bara 2 lög, þannig að allir voru súper jákvæðir. Frábært lag, ég man ekkert hvernig það var. Og næsta! Og svo bara gamla góða. Það er nákvæmlega þannig. Þetta er reyndar auðvitað með tónlistamenn og grínista. Það er alltaf pínu verið að leita eftir nýju stöfi. Já. Nýtt stöf, áramótaskopið. Já. Er það nýtt? Já, það er nýtt. Mjög mikið af því var samið í fyrra. Okay. Fyrir sýningu sem aldrei varð út af COVID. Og svo er slattaði sem ég bara er að semja núna og ég er að taka svona tilraunasýningar hér og þar. Okay. En ég man að ég kom hérna seinast 2019 og það var algjörlega frábært. Þá vorum við, held ég held að það var í fyrsta skipti sem ég kom þessi áramótaskop norður. Okay. Og þá tókum við 2 sýningar hér og komu nú meira að segja heimamenn hérna og hjálpuðu mér í smá lokaatriði sem var. Og það sem að líka gerist þegar maður kemur, það verður til alltaf svona aðeins spes útgáfa fyrir hvert stað. Ja. Og þegar maður kemur norður þá eru ákveðnir lokal hlutir sem er bara mjög freistandi að tala um. Og þeir eiga það Akureyringar að þeir hafa húmor fyrir sjálfum sér. Já, það hafa þeir. Og ég er nokkuð viss að þeir eiga eftir að flykkjast í Hof 18. desember. Já, ég vona það. Það er allavega nóg lust ennþá á seinni sýninguna, svo fyrri er alveg að vera uppselt. Ok, þá ætla ég að drífa mig í tölvu og ég ætla bara að panta með miða. Þið bíðið aðeins þannig að ég er búinn og svo megið þið. Ásta þakki fyrir komuna, kæri Ari, frábært að fá þig og hafa þig. Og við sjáumst seinna. Við sjáumst eftir þessi skilaboð.